En það náttúrulega það sem að gerist í heiminum og þá ætla ég að koma að þér, Magnús, það það að menn það verður ekki til neinn auður þannig séð, allur auðurinn allt sem það sem var skapað var keyrt áfram á skuldum og einhvern veginn og það það sem við sitjum upp með núna í þessari feikilegu skuldakreppu sem í Bandaríkjunum og í Evrópu og á Íslandi og þú skrifaðir grein núna í vikunni ansi góða grein eins og þínu von og vísa það að þú ert frekar bara svartsýnn á það að þetta sé vandamál sem hægt að leysa á góðum móti. Já, það kannski vakti mann aðeins til umhugsunar þegar maður sá Mervyn King koma í beina útsendingu á Sky News. Lýsa því yfir að það væri raunverulega hætt á því að heimurinn var að fara inn í verstu kreppu allra tíma og sko þjóðhöfðingjar Evrópuríkja hefðu 2 vikur til þess að afstýra stöðunni og þetta sem sagt önnur helgin í röð þar sem eru neyðarfundir út alla Evrópu og G20 fundur í gangi bara núna þegar við erum að tala saman þannig að maður veit nú ekki alveg hvernig þetta endar en stóra myndin þetta svo að þjóðríki hafa komist upp með að reka ósjálfbær ríkisfjármál og skuldsetja sig úr hófi fram að auki að bera ábyrgð á fjármálakerfum. Það að segja bankar og fjármálafyrirtæki sem að formi til í einkaeigu og sækja sér hlutafélögin á opinberum hlutabréfamörkuðum eru síðan með ríkisábyrgð á mistökum stjórnenda sinna sem náttúrulega mjög einkennilegt staða og eitthvað sem að ég held að sé hluta af því sem að þau eru að tala hér þessi hreyfing sem að hefur svona sprottið fram allan heim hún auðvitað að mótmæla því að sitja uppi með tjón sem að þeir ber ekki ábyrgð á og ég held að það sé kannski svona stóra vandamáli sem að Evruríkin að glíma við núna að reyna sko hvernig þau geta í sameiningu tekist á við vandamál sem þó breytilegt eftir löndum það sem að þrautavaralánveitandi þessara þjóða sá sami sem Seðlabanki Evrópu. Þú ert að lýsa, sko, en þú segir að það verði að taka óvinsælar ákvarðanir og það þurfi sko kynslóð stjórnmálamanna sem tilbúin að taka óvinsælar ákvarðanir til þess að bjarga málunum. Já, það verðist blasa við að það kynslóð stjórnmálamanna sem þarf að fórna sér. Sem þarf að taka og fórna sínum ferli í því að skera niður ríkisútgjöld og taka mjög svona, hvað maður segja, drastískar ákvarðanir í því að formbreyta fjármálakerfunum þannig að þau standi ekki og falli með skattgreiðendum ef þau gera mistök og það svona það sem ég finnst sko það mesta ögrunin hjá stjórnmálamönnum þetta á líka við íslenska stjórnmálamenn, þá má ekki gleyma því að ef að þeir ætla sér að skapa fjármálakerfi sem byggir á því að ef að stjórnendur að gera mistök að stjórnendur fjármálafyrirtækja að skattgreiðendur komi þá og hjálpi til það eitthvað sem að þingmenn þurfa að gera upp fyrir sig hvort það skynsamlega leið yfir höfuð eða ekki. Það sem mér finnst svona stór spurning. En nú til dæmis komnar upp í hugmyndinu það svo til dæmis hagfræðingur sem orðinn ansi vinsæll núna í Steve Keen mér minnir hann heiti það sem að heldur því fram að það sé eina leiðin út úr þessu sé bara skuldauppgjöf almenn skuldauppgjöf sem kallað Jubilee og mér gerði þetta reyndar í Róm í gamla daga sko að það verði bara eitthvað að skera ofan að þessu en það þýðir náttúrulega að bankar mundu hrynja út allt og verður ekki bara að fara að láta bankar hrynja. Já, ég hef séð þessar hugmyndir sko þetta virðist nú svona miklu leyti fara eða tóna svolítið við neyðarlögin á Íslandi. Það séu sett neyðarlög sem vendi innlán en leyfi bönkum svo bara falla og ríkið vendi innlán í kerfinu og byggi svo kerfið upp að nýju. Þessar hugmyndir tóna í raun alveg við neyðarlögin en ég held að þau sé nú fullkomlega óraunhæf fyrir aðra en smáríki eins og Ísland. Já, fyrir hagkerfi heimsins. Já, það blasir við. Já. Magnús, þú komst nú nálægt því að rita hérna rannsóknarskýrsluna hagsögukaflann þar. Kannski eitt sem ég segi í þessu fyrst, stjórnmálamenn þurfa að taka kannski óvinsælar ákvarðanir. Það eina af ástæðum fyrir mótmælum á Wall Street meðal svo að stjórnmálamenn hafa ekki verið tilbúnir til að taka vinsælar ákvarðanir. Þannig að þegar menn hafa verið að ræða með skuldavanda Bandaríkjanna að þá hefur sú umræða alfarið snúist það hvernig eigi að skera niður og kröfur maður verða að skera niður í almannatryggingakerfinu. Það sé nú bara alveg bráðnauðsynlegt og þetta verður bara gangið þetta núna. Þetta sé óvinsælar aðgerðir en það verða að grípa til þeirra.
það hefur ekki fengist stuðningur fyrir því að hækka skatta til móts við niðurskurði. Repúblikanaflokkurinn stendur harður gegn þessu, já. En meðal almennings, það eru 68–75% fólks styður skattahækkanir á auðmenn, 80% eru á móti niðurskurði á velferðarkerfinu. Ég meina, þannig að þetta held ég vandinn, þetta lýðræðisvandinn. Hann sá að stjórnmálamenn hafa ekki verið tilbúnir að taka ákvarðanir sem fólk vill, fólk styður. Það þess vegna sem fólki finnst það ekki hafa rödd í stjórnmálunum. Viltu svara þessu? Nei, ég nú miklu leyti sammála þessu. En ég held samt að staðan séu þetta þannig að það þarf að skera mjög mikið niður. Ég held að það sé allir sammála um það. Það svona spurning hvernig menn forgangsraða og það alveg rétt að það svolítið einkennileg stað í Bandaríkjunum að vera með mikinn auð í landinu en get ekki sótt í hann þegar svona illa árar. Og það þetta stórfyrirtækin sitja á alveg geysilegum auðæfum. En þau eru náttúrulega í þessari stöðu að geta fært hann á milli eins og... Nú bara út af þessu, nú af því það á síðunni og á netinu sem sagt við styðjum 99%, fólk að sína myndir sem skrifa sögu sína og svona framvegis. Nú komin síðan það sem eru ungt fólk sem tilheyrir þessu 1% að koma fram og segja við tilheyrum þessu 1% takið skatt af mér. Ég og að styðja 99%. 99%. Þetta auðvitað ekki bara fólkið á götunni, það út af fyrir sig ekki stutt síðan að Warren Buffett skrifaði grein sem að fór víða, einn af auðugustu mönnum heims, spurði bara af hverju fólkið á skrifstofunum hjá mér að borga miklu hærri skatta hlutfallslega af sínum litlu tekjum heldur en ég að greiða mínum miklu. Ríkt fólk ekki hýenur, ég þekki fullt af efnuðu fólki, það vil gjarnan greiða skatta, leggja til samfélagsins. Á hvaða villigötur þessi umræða eiginlega komin og ég held að þetta lýsi kannski svona ákveðnum tækifærum sem að við koma auðvitað með þessari kreppu sem að kapitalismin ratar allt reglulega í. Við erum að sjá það sem að jafnaðarmannahreyfingin hefur nú löngum sagt að markaðurinn þarfur þjónn en hann skelfilegur herra. Og það auðvitað bara það sem hefur gerst svona síðustu áratugina að markaðurinn hefur tekið öll völdin í samfélaginu, líka yfir pólitíkinni og farin að stýra öllu og stjórnmálin hafa misst tökin á spákaupmennskunni, á kapitalinu, á skiptingu auðsins í samfélaginu og heiminum og það endar auðvitað með kreppu og þá gerist aftur, bara eins og í heimskreppunni fyrir 100 árum nærfellt að það vaknar auðvitað bara umræðan aftur sem betur fer það að við eigum ekki að hafa hvaða hvata sem á markaðnum. Við verðum að stýra markaðnum, við verðum að setja honum leikreglurnar. Þetta ekki einhver svona hagfræði lögmál sem eru óumbreytanleg. Nei, en það einhvern veginn krafan til hinnar kynslóðar stjórnmálamanna sem núna á besta aldri svo að reyna að bæta þetta, reyna að laga kerfið eða reyna að koma jafnvel á nýju kerfi. En þið, og þá meina ég ykkur í mjög víðu samhengi, virðist ekki ráða við þetta? Já, sem betur fyrir það krafan og þú veist, auðvitað verður það vanþakklátt verkefni. Göran Persson kom hérna eftir fjármálahrunið og fór með okkur í gegnum svona hans reynslu af þessum erfiðu ákvörðunum og erfiða starfi sem að og þó að sumum hér þykji það vera vinsælar ákvarðanir að hækka skatta þá nú formaður efnahags- og skattanefndarfundi fyrir því að það nú kannski ekki alltaf auðveldustu ákvarðanirnar sem eru teknar. En já, þetta mikil áskorun en í henni eru líka gríðarleg tækifæri vegna þess að það pólitísku ákvarðanir og pólitíska forysta sem að Roosevelt til dæmis tók vestanhafs eftir kreppuna, þær ákvarðanir sem að menn tóku það að reglusetja markaðinn, það að setja skýr samfélagsleg markmið fyrir efnahagsuppbygginguna sem að menn sett á Norðurlöndunum austan við okkur. Það lagði grunninn að öflugustu velferðarríkjum heims og sennilega bara mestu velsæld sem við höfum séð. Þannig að ég held að áskorunin mikil en tækifærin eru líka gríðarleg. Já, ég ætla að fá að gera smá hlé.